Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann er komin Anna Hulda Júlíusdóttir. Hún er ættuð frá Siglufirði en frekar nýlega flutt hingað og hún er með verslunina í hjarta bæjarins, er það ekki? Jú, velkomin. hárrétt. Takk fyrir kærlega. Og þú varst líka á brautargengisnámskeiði hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, já, ég var þar síðastlið haust. Já, segðu okkur aðeins hvað varst að bralla þar. Ég er að vinna með hugmynd sem ég fékk fyrir mörgum árum. Það var maður hér frá Siglufirði sem sagði mér frá því að fyrirmynda mjallhvíti hefði verið stúlka sem fæðist á Siglufirði. Já. Og þetta hefur bara ekki látið mig í friði síðan. Þannig að ég ákvað að fara með þetta aðeins lengra og var aðeins að vinna þetta hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Og er búin að vera að teikna ýmislegt, tengt þessu og er að tengja saman mjallhvíti og Siglufjörð. Já. Og langar að gera svolítið meira úr þessu, að við eigum að flagga þessu svolítið. Spennandi. Já. Og er einhverja svona heimildir sem að styðja þetta? Já, að maðurinn sem að teiknaði mjallhvíti, að hann var Íslendingur, hann var af íslenskum ættum, foreldrar hans voru Íslendingar og hann fæðist í Kanada og býr þar. Og Kristín Jóhanna Sölvadóttir, sem er fyrirmyndin í mjallhvíti, að hún fór sem ung stúlka til Kanada og kynnist þar þessum manni og ætlaði að giftast honum. Og kortur í brúðkaup hætti hún við og fer heim til Íslands. Og hann fer svo að vinna sem teiknari hjá Disney. Vá. Og hann segir frá því að hún hafi verið fyrirmyndin af mjallhvíti. Og sonur hans hefur þessar heimildir líka. Og það eru til myndir af þessari Kristínu. Já, það eru sláandi líkar. Það eru sláandi líkar. Já. Sláandi líkar. Þetta er náttúrulega eitthvað til að gera sér mat úr. Þetta er æðislegt. Já. Og sérðu fyrir þér að setja safn á fót eða? Já. Já. Svona sýningu? Já, það verður smá sýning hérna eftir ár, cirka ár. Já. Og ég er sjálf búin að vera að framleiða, að láta framleiða fyrir mig vörur sem eru með þessum myndum sem ég er sjálf búin að teikna. Og þær fá vonandi að líta dagsins ljós í byrjun í júlí. En spennandi. Já. Í nýju búðinni? Í nýju búðinni minni, já. Þú ert að flytja núna? Já. Við erum að færa hjarta bæjarins frá Suðurgötu 6 yfir á Aðalgötuna. Færist það bara hjarta bæjarins? Já. Skemmtilegt. Og við ætlum að færa okkur við hliðin á bakaríinu, þannig að það verður innangengt úr bakaríinu og inn til okkar. En sniðugt. Þannig að það verður æðislegt. Og þar ertu að selja allskyns fínerí, eins og til dæmis þetta. Allskyns fínerí, þetta er óbúðslega flott. Þú segja mér aðeins meira frá þessari fegur sem þú varst að gera. Takk fyrir. Já, verður það góðu. Það er stúlka hér, Kristína Bergmann, sem gerir þetta. Hún hefur verið að vinna svolítið með síldarþema og þessi hálsmenn hafa verið einstaklega vinsæl og óbúðslega skemmtileg hugmynd. Mjög. Og góð tenging við síldarbæin okkar. Og já. Og svo ertu með fleiri listamenn, eða svona? Það er með hvað, 40? Yfir 40 manns eru með handverk og hönnun hjá mér. Og þetta er allt fólki hérna úr Fjallabyggð? Allt fólk úr Fjallabyggð. Og ég geti eiginlega bráðum fara að segja Tröllaskaga. Já. Hvernig stendur á þessu? Er þetta bara svona um allt land eða er þetta sérstaklega mikið hér? Veistu það? Ég þekki það svo sem ekki, en mér finnst fólk hér alveg einstaklega hugmyndaríkt og það sem hefur einkennt þetta svolítið er fjölbreytileiki. Já. Þú hefur nefnt fleiri, nú er þetta svona skartgripir og hálsmenn. Já, og það eru nokkra sem er að vinna úr fiskiróði, sem er þá bæði slaufur og arbönd og svo er náttúrulega verið að prjóna og peysurnar seljast mjög vel. Er það íslenska lópapeysur? Íslenska lópapeysum selst mjög vel og svolítið svona einstakar að konurnar hér eru svolítið litaglaðar og eru svona fara svolítið út fyrir ramman í þessu hefðbundna og hvað eru meira? Við erum með jólasveina, íslensku jólasveinuna sem eru gerðir úr leir og einnig þæfðir í ull. Og svona mætti áfram telja? Já, svona áfram telja, leður töskur. En þetta er ekki það eina sem þú gerir? Nei. Þú veist að segja mér að þú ert svona svolítið, marghöm, eða hvað segir maður? Já, kannski það. Ég held að þessi, lúxus sem við að búa á svona litlum stað er það að það er stutt í allt og maður getur nýtt tíma sér svolítið vel. Ég er héraðsskjalavörður hjá Fjallabyggð fyrir hádegi og vinn í búðinu mín eftir hádegi og svo er ég djáknament og er að vinna við kirkjuna líka. En þú ert bara búin að búa hér í hvað? 2-3 ár? 2 ár, já. Hvað var það sem dróði hingað? Föðurfólkið mitt býr hér og ég var reyndar mikið sem barn og þá fannst mér þetta óbúslega framandi staður, alltaf óbúslega framandi að koma hingað og svo þegar ég fór í djáknanámið fyrir 5 árum að verða, að þá var ég að vinna hér á sumrin á sjúkrahúsinu. Svo ákveðu að prófa að vera 1 vetur og þá var ekkert aftur snúið,
Það er bara að dreifið ykkur. Já. Þannig að við komum að selja íbúin okkur í Kópavogi og keyptum okkur hér og við erum bara alsæl. Og börnin ykkar líka, þau eru alsæl. Já. Var ekkert svona tímabil þar sem var erfitt eða skellt í koddann eða? Þeim fannst ég vera ömurleg móðir, ætla að rífa það upp með rótnum frá Kópavogi og flytja til Siglufjarðar. En ég fæ þá ekki út úr bænum. Nei, ég skil. Já. En þeir ætla einmitt að kíkja til okkar í lok þáttar. Það eru tvíburabræðurnir Júlíus og Tryggvi. Já. Miklir tónlistamenn. Miklir tónlistamenn. Það verður gaman að fá þá hingað. Það verður mjög gaman. Já, þú ert með hérna verslunina Hjarta bæjarins og svo er margt annað sem að þú hefur tekið eftir hérna síðan þú fluttir í Siglufjörð. Já, það er mjög einkennandi fyrir þennan stað og fyrir Fjallabyggð hvað það er mikið menningarlíf hérna. Já. Bæði í músíkinni er alveg einstakt, mikið að hæfileikaríku og flottu fólki og matarmenningin hérna er frábær, flotti veitingastæðir sem er að bjóða upp allavega framandi mat. Já, eru margir veitingastæðir? Já, það eru mjög margir veitingastæðir. Geturðu nefnt nokkra? Það eru Siglinnes hótel, með marrakkoskan mat og svo eru hótelin okkar og svo verður opnað hérna á Hannesbói, hefur opnað eitthvað mjög skemmtilegt konsept í sumar. En það er alveg að velja milli nokkra staða. Já, og bakari okkar alveg rómað fyrir besta bakari á landinu. Og það var enginn að geta farið svangur hérna, Nei, mitt. Og súkkulaði kaffi hos okkar. Já, það er alveg svolítið frægt. Já. En tónlistin, er það því að það er öflugur tónlistarskóli hérna eða hvernig er það? Mjög öflugur tónlistarskóli og mikið af ungu og upprunalegu tónlistarfólki. Er bærinn að yngjast, finnst þér það, veistu það? Ég veit það svo sem ekki, ég þekki það ekki alveg. Jú, ætli það ekki. Svo erum við hérna í þjóðlagasetrinu sem er guðdómlegt og svo er ljóðasetur og svo er síldarminjasafn. Það er ansi margt svona menningartengt hérna. Og bara öll afþreying, þú veist, gönguferðir og kajakar og frábært skíðasvæði. Allt í boði. Já. Þetta er greinilega bara draumur Dórs. Hérna. Ég var með Gunnar Birgisson hérna áðan og það vantaði svolítið kannski motto fyrir Siglufjörð því að það er náttúrulega frægt motto hans, það er gott að búa í Kópavogi. Já, það er miklu betra að búa í Fjallabyggð. Er það bara þannig? Já, miklu betra að búa. Við þurfum ekkert að fara hér, við höfum allt. Æðislega fataverslun, það er allt hérna. Magna. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir.